Ég á leiðinni að fara að hitta næsta gest sem hann Gunnar Valdimarsson sem húðflúrara meistari og tónlistarmaður, myndlistarmaður. Hann verður, fáránlega fljótt góður í öllu sem hann tekur sér fyrir. Hann rosalega hæfileikaríkur og fjölhæfur. Við ætlum að fara til Oslo, heimsækja hann og kíkja á tattústofuna hans og kíkja í nýja húsið hans og svona aðeins að spóka okkur í Oslo. Bara að drífa mig í flug. Skilum á það. Kannski nefnt það að við ætlum að filma í gær en menn voru hálfreiðgæðir þannig að ekki bara ég. Nei, það voru allir Allir hérna í bílnum voru reiðgæðir en það skemmtu okkur vel á föstudag. Það var smá rið í mönnum eins og gerist bara í svona, bara í lífinu. Já, bara í svona skemmtilega heitum sko. Það núna, við erum í Oslo. Við erum í Oslo og hér er ég búinn að búa í hartnær 8 ár. Ég veit ekki einu sinni, býtum við, 2014. Nú þurfum menn bara að telja. Það eru ekki 8 ár. Bara staðfesta hér með. Já, ég er bara lélegur í starffræði sko. Það er ekki 8 ár sko. Bara sjá það strax. Já. Er það gleraugun? Það er svo gleraugun sko. Já. Ég ætla að vera sko, ég koma mér Má ég prófa þessi? Já, ég er að koma mér í norsku stemmingunni sko. Það er allir með svona gleraugu. Já sko, nú var ég bara hálf norskur sko. Já, það er allir að skíða og það er allir að snjóbrettum og það er Við erum einmitt að fara upp í fjöllum. Já, það er allir með svona gleraugu og allir bara að vera nettir sko. Nú er ég nettur. Herra, 8 ár, sagðirðu það? Já, ég reiknaði þetta svo var það bara ekki rétt. Það er ykkur 7 ár kannski. Já, ok. Það nú samt helviti gott. Já, það er, sko, ég kom inn og alltaf bara verið 3 ár og svo einhvern veginn bara líka með vel hérna og var búinn að stofna stofu eiginlega bara strax og sko, nú er ég að passa maður að keyra ekki við fólk, sko. Nei, það væri ekki gott fyrir þáttinn, sko. Já, kurteis í umferðinni. En ég sem sagt flytt til Oslo og ætlaði að vinna á stofu sem ég hafði verið gestaflúrari á. En svo gerist það þegar maður svona fer að vinna með fólki sem maður var kannski bara búinn að hitta í viku í senn áður. Já. Að þá fattar maður kannski að nú síminn hans Almar alveg bara Já, sett á silent. Já, ég flytt sem sagt til Oslo og ætlaði að vinna á stofu sem ég hef búinn að vera gestaflúrari á. Já. Og það er oft þannig að maður er búinn að vera gestaflúrari í stuttastund að allir eru hressir og allir eru með sitt svona besta andlit og svo flytur maður og fer að vinna fulltime með þessu fólki. Já. Þá koma alls konar djöflar í ljós, sko. Og þá var ég ekkert fljótur að pakka saman og kveðja, sko. Nei. Nei, ekki lengi minna. Ég var líka bara... Ég var mjög fljótur. Já, ég var bara akkur varst að láta þig hafa það að vera með einhverjum fávitum svona lengi. Ég segi nú kannski ekki fávitum, en það var bara skipulagsleysi og hugsunarleysi og þetta var ekki að virka, sko. Þannig ég tók með mér stelpu sem var að vinna þarna, sem var búin að vinna þarna svona svipað stutt og ég, sko. Hún var búin að vinna þarna í nokkrar vikur, sko. Já. Og við vorum bara ekki að fíla þetta og ég sagði henni, eigum við ekki bara stofna stofu og hún er náttúrulega norsk þannig að hún var mjög svona hlédrað með þetta allt saman. En ég náttúrulega bara fór að leiða eitthvað pláss og græði stofu og eitra bingo og bango bingo. Eitra bango bingo. Og svo þurfti ég að samfara hann að vera með sem gekk bara mjög fljótt og það hefur svona verið svona ein af ástæðan fyrir ég hef ekki flutt tilbaka, sko, þegar maður bara kominn heldi. Ekki það, ég bara sé svo sem ekkert stórkostlega ástæða til þess, maður bara, krakkarnir hafa það gott hérna og... Já, ég líður vel hérna. Já. Og ég meina þú ert að hafa það gott hérna úti, þannig að engin ástæða til að vera að fara eitthvað. Nei. Ég tek hana fram að þó ég hafi nú tekið grimmt á þig eftir ég skildi við fyrirverandi. Já. Og ég tek hana fram að við erum góðir vinnir í dag. Já. Gott að taka þetta allt svona fram. Já, sko, ég held að sé margir sem hugsa með sér skilnaður, já, það er allt í vesenni. Já. En það er oft þannig, en það er ekki þannig á mér. Nei, þú ert bara í góðum málum. Ég er í góðum málum og það þarf að vinna að því, af því það var alls ekki þannig fyrst, sko. Nei. Og ég ber náttúrulega ábyrgð á því eins og hún líka. Já. En við tókum bara á því og gerum bara gott úr þessu og allir glaðir. En það sem ég ætla að taka fram er að maður tók grimmt á því á djáminu. Já. Það er kannski bara því að maður var búinn að vera í sambandi í 8 ár og þar áður var ég í öðru sambandi í 8 ár. Og þetta var svona fyrst skipti sem maður var bara einhvern veginn einn út af fyrir sig. Það var engan til þess að svara fyrir. Ekki til þess að svara fyrir. Þessi búinn að fara svolítið svona fljótt úr öðru sambandi í annað samband og þess ekki verið einn lengi og... Já, rosalega lengi sem ég var ekki einn, sko. Já, og allt í henni var allt öðruvísi í lífið. Já, ekki það, ég hefði náttúrulega klárlega börnin
Já, en orðið svona ekki en lengur þá- í Já, en þá var ég alltaf sko, maður var svona Jekyll and Hyde sko, þegar ég var með börnin sko, þá var maður bara sultu slakur og alveg þurr og ekkert mál. Og svo bara leið og krakkarnir voru farnir í skólan og síðasta daginn sem ég var með og þá kom maður heim úr vinnunni og þá var bara opnaður bjór Eitt skítkaldur. og hringdi í Almar sko. Já, þetta ringir í hann. Og það var tekið vel á því sko. Já. En þú veist, ég er gladur að ég tók hennan tíma og ég er ekki að segja það að ég fær ekki lengur á jammi sko, það er augljóst. Nei, en í kannski svona meira hófi. Já, tölvöld meira hófi og líka bara ekki svona stanslösa þörf til þess að vera á jamminu sem maður var með á þessum tíma, sem maður var svo einmana og einhvern veginn bara vildi ekki kannski vera að hugsa hvað lífið væri nú orðið skítt. Skrítið og erfitt, já. Já, þetta var alltaf niðurleið sko. Já. Og manni fannst einhvern veginn maður vera hálfgerður svona að maður hafði brugðist, skilur. Svona, já, ef þú mistekist eitthvað. Svona failure. Já. Svona, já. Það sem gerist oft með skilnaðinn náttúrulega að fólk upplifir sig svo það hafi eitthvað, skilur, klúðrast eða skamma sín eða finnst þess að það hafi ekki staðið sig og ég skammaðist mér þvílíkt og maður bara vildi kannski ekki hugsa um það og maður vildi bara hanga með félagunum og ekki það, svona, eftir að hyggja sko, þá finnst mér eins og þessi bara stoppa. Eftir að hyggja þá finnst mér sko eins og þetta hafi verið gott eins og til þess að nálgast félagana sko, þegar maður var náttúrulega ég var svona ein í hópnum sem var giftur með börn sko. Já. Þannig að maður þótti vænti félagann og hékk alveg með þeim inn á milli en maður var ekki inn í lúppunni sko. Já. Ekki inn í þessari lúppu þar sem að ef það er eitthvað að gerast þá hringja þær í mig sko. Nei. Sem er allt í lagi sko og ég hafði það fínt þannig og mér leiði ekkert út undan í félagskapnum sko. Nei. En ég finn það núna þó ég sé fór henni aftur, ég kom með kærustu búinn að vera með henni í svolítinn tíma. Ég finn það alveg ég er svona aðeins dottinn út sko. Út úr þessari lúppu eins og maður kallar. Já. Svona þessari jam-lúppu, skilur. Já. En það er líka kannski allt í lagi. Já, það er bara í góðu máli, en mér finnst ég miklu nær félag núna af því ég tók þetta tímabil, sko. Já. Hvað er í gangi hérna? Það er verið að vökva eitthvað skíðapalli. Það er verið að vökva skíðapalli? Já, það er alltaf Það er að búið til snjó. Það er vökva skíðapalli. Þetta er nú fallegt, Bjarni mín. Já, það er mjög fallegt hérna. Þú hefur nú komið hérna áður. Já, ég var keppti á heimsmeistaramótunum í skíðum. Já, ég líka. 2003 keppti ég í heimsmeistaramótinu á skíðum og stökk hér í Holmenkollen fyrir einkunn 8,9. Já, ég var enda með 9, sko. Já, Sletta. því ég veit að þú varst með, auðvitað, varst alltaf einu meir en ég. Já. Alltaf svona einu dassu meira. Nei, ég get nú sagt það, ég hef aldrei stigið á skíði á ævinni. Já. Og þegar norðmaðurinn er að spyrja mig hvort ég sé ekki alltaf á skíðum. Já. Af því að maður býr hérna ekki langt frá brekkunni. Já. Eða þú veist, það búa náttúrulega allir nálægt brekkunni. Það búið allir nálægt brekkunni. En þú veist, að það skíðasvæði í Oslo er náttúrulega stórkostlegt. Já. Ég skal viðurkenna það, ég hef reyndar, sko, þannig að norðmaðurinn spyr mér bara, þú ert alltaf á skíðum? Ég hef bara aldrei snert skíð á ævinni. Nei. Bara ekki snertu, sko. Já, bara ekki einu sinni inn í búð, þú er ekki bara haldið á skíðum. Bara held ég hafa aldrei snert skíði, sko. Nei, þú hefur séð skíði Já, bara? ég hef séð skíði, sko. Já, ok. Hósa. Velkomin hérna í Sjálfstætt fólk með Gunnari Valdimarsinni hérna og bakurinn er ég með viðmælanda minn Bjarni Lotto heitir hann. Hann var mikið að spila í Lottóinu, vann stóra vinninginn. Já. Og nú ætla ég að spyrja Bjarna. Bjarni, hvernig hefur það? Ég er bara góður sko. Já, hvað vannstu mikið? Herðu, ég vann 300 milljónir. Norskra. Norskar. Og þú keyptir þessa brekku hérna? Ég keypti hérna allt þetta skíðasvæði fyrir það. Hérna er ég megnis eiginlega bara að djamma og slaka á og fá mér kaffi. Ég sé það á gleru á honum. Já. Það er rétt fram. Það er alltaf kalt hérna. Nei, herðu, sko, þú ert búinn að vera hérna úti öll þessi ár og svo náttúrulega kannski förum við aðeins út í það að hérna, þú veist að nefna tónlistina og hljómsveitina það. Já. Þú náttúrulega samt byrjar í tónlist ungur af því að þú varst náttúrulega í svona þungarokksbandi hérna í gamla daga. Ég byrjaði að spila gítar þegar ég var 16 ára. Já. Það var að því að félagi minn var mikið að hlusta Korn og svona, við mættum heim til hans og hlustuðum á Korn og kunnum ekki hljóðfæri. Hann átti bassa og gítar, þannig við vorum bara ekki með að tengja neitt, við vorum bara að slamma. Bara headbang. Bara slamma strákarnir. Og við gerðum þetta bara grimmt, bara dag eftir dag. Og þá fór ég svona að hafa áhuga á þessu. Byrjaði að spila, svo var ég í einhverjum nokkur böndum, svo endaði ég í bandi sem heitir Nevolution. Já. Sem var í fjölda ára. Og svo, hann er krakki bara dottinn. Þetta er bara búið. Þetta er bara búið.
Þetta var crime scene. Þetta er ADHD-ið þitt. Þetta er crime Þú scene. verður að segja sögu og svo ertu bara að horfa á okkur að krakka á svellinu. Já, Og aðeins að fókusera, sko. Já, Nevolution var semst í fjölda ára og gerði ýmislegt og svo flutti ég til Bandaríkjanna. Þá var það bara búið svona að mestu leyti. Við reyndum eitthvað svona að halda áfram eftir ég kom heim en það var einhvern veginn ekki sami gírinn sko, aðri meðlimir og svona. En þú veist, það var gaman og allt það. Hittuðu þið ekki upp fyrir líkuna? Nei, það var Iron Maiden. Já, þið hittuðu fyrir Iron Maiden, já. En svo flytti ég til Noregs og það var ekkert, engin tónlist og ekki neitt. Ég spilaði varla á gítar í mörg ár sko. Og svo eftir skilnaðinn þá fekk ég svona einhverja þörf fyrir að skapa aftur og búa til tónlist. Kom út þessum slæmum tilfinningum og þarna hafði ég mikið að segja fannst mér sko. Já. Bara mína líðan og þó að það hjálpaði mér bara og þú veist, myndi engin annar hlusta og þá fannst mér að það samt þess virði sko. En það, þú veist, jú, ég meina það voru andan nokkur lög í útvarpinu og eitthvað svona og gekk vel og ekkert út af það að setja sko. En svo byrjaði ég metalband með félagi mínu sem var svona hálfgett grín til þess að byrja með. Voru með linsur og make-up og voru með einhverju bara smá vitleysu sko. Já. Og svo fannst okkur bara svo gaman að við fórum svona að safna að einhverjum meðlimum. Og núna er þetta komið á gott skrið sko. Og þá hef ég sett sóló dæmi bara á hilluna í bili sko, því ég hugsa með mér, ég get nú alltaf byrjað á því aftur ef mér dettur það í hug sko. Já, og svona kannski fókusera meira á... Já, ég hef svolítið fundið það sjálfur með sjálfur mér að ég á það til að starta ansi mörgum verkefnum í einu sko. Og þetta er náttúrulega bara þessi ADHD feelingur sko, að byrja á fullt af verkefnum og þú veist, ég er samt ekki þannig að ég klári ekki verkefnin sko, en maður náttúrulega setur ekki sama effort í það ef maður er með 7 verkefni í gangi sko. Það bara segir sér sjálf. Fókusinn dreifist of mikið á Já, og þá kannski er þetta ekki eins gott sem maður hefði vonast eftir, sko. Þú veist, þó ég sé helviti svona fljótur að græja hluti og svona og fer í hennar hyperfókus eins og þú talaði um. Já. Og fólk oft hissa hvað að gera mikið á stuttum tíma. En það er bara ekki það sama eins og að bara einbeita sér einu. Þannig að núna er að reyna að pína mig í það að bara hætta að byrja á 100 hlutum, sko. Já. Þannig ég hef svona tekið þessar hljómsveit núna þetta síðasta ár. Og þú veist, við erum að ná tugum þúsunda spilana á Spotify og YouTube og fólk alls þar í heiminum að fíla þetta sko. Þannig að ég sé það strax að ef maður leggur sig allan í eitt hversu mikið munar það sko. Já, sérðu eitthvað svona, sérðu þetta uppskera meira þannig og Já, líka fá bara, góð viðbrögð og líka þegar maður á það svo mikið til Bjarni, eins og þú veist sjálfur. Maður byrjar á einhverju verkefni sem er rosa gaman og svo fann mér eitthvað aðra hugmynd sem er svo ný og spennandi. Þá fer maður í það og gefur hinn og leggur hitt á hilluna. Og það má þá færa rauk fyrir því, gerir ekki nákvæmlega það með Gunnar the Fifth solo-projektið. En ég hef bara meira gaman að vera í hljómsveit með öðrum. Þess vegna fannst mér gaman að taka það frekar fyrir. Og ég ætla að reyna bara að halda því áfram. Og bara hætta því að byrja með nýtt projekt alltaf aftur. Já. Af því að það er, þú veist, tónlistabransinn og í rauninni allur bransi, bara því lengur svo hamast í því meiri líkur eru að komast eitthvað með það. Ekki það að ég sé að reyna að ná einhverju fræðu frama. En svona draumurinn er að ná allavega það miklu svona following að maður geti fara að spila einhverju viti, sko. Þú veist, við spilum inn í Oslo og eitthvað svona, sko, en þú veist, það væri gaman að geta tekið svona smá rúmt, sko. Já, bara aðeins að upplifa að spila í öðru löndum og jafnvel svona festivalum. Já, bara þú veist, og að þetta sé svona eitthvað í mínu lífi sem að maður hefur eitthvað til þess að hlakka til, sko. Já, algjörlega. Og það finnst mér svona the ultimate goal, sko, svona að þetta verði svona eitthvað sem að skapa spennu í lífinu. Já, þannig að þetta er svona, já, þú er búinn að vera í rosalega svona, gera mikið af hlutum og meðfram tattúinu. Þá ertu búinn að vera náttúrulega að gera málverk og teikna mikið og gera svona ýmislegt, sko. Málverkin voru svolítið áhugavert, sko. Fólk heldur kannski sem búinn að mála alla ævi, en ég teiknaði náttúrulega alla ævi. Já. En það sem gerist er að í byrjun á kórónufaraldrinum, að þá var öllu lokað náttúrulega og tattústofunni minni var lokað. En það er að segja að við áttum að loka henni, sem við gerðum. Og þá voru góð ráð dýr, sko. Hvað í fjandanum á ég að gera, sko. Og ég vissi náttúrulega ekkert hvað þetta ætti eftir að endast lengi og þetta virtist nú allavega að vera komið til þess að vera, sem hefur nú sýnt sig. Og þá startaði ég svona hálfgerðu, að maður er alltaf að starta einhverju nýju, sko.
Þá leigði ég svona lítið pláss og byrjaði að mála og var bara grimmt að mála og fyrsta skipti aðeins sem ég eitthvað að mála einhverju viti, ég hef náttúrulega augljóslega prófað að mála áður, en ekki með olíu til dæmis. Já. Fólk grimmt í það og nýtti náttúrulega það að maður hefur exposure í svona fólk sem hefur áhuga á list, skilur, gegnum tattúan og svoleiðis. Já, já. Og þannig að maður var að mála alveg á hverjum degi og selja. Það gekk bara mjög vel. Svo byrjaði maður að flúra aftur, þá var maður svona aðeins haldið í þetta svona til hliðar, sko. Ég til dæmis að mála málverk núna fyrir Alan Walker, sem norskur tónlistarmaður. Ertu í alveg að mála málverk fyrir Alan Walker? Já. Ok, djúlega það geggjað. Og Hann hann er er náttúrulega bara super selling, sko. Hann er super stjarna í svona dans-pop heiminum, sko. Já. Og helviti góður bara. Já, hann er mjög flinkur í því sem hann gerir, sko. Ég finn, sko ég skal bara segja það, alveg frá því að byrja að flúra, þá hafa maður alltaf fundið svona til með kúnnanum. Það er bara eitthvað sem að allir flúrar að finna. Það veist, ég reikna með því, ég vona eiginlega bara að flestir flúrar hafa einhverja samkynnt fyrir kúnnanum. Og það er ekki þannig að ég finn ekki, þú veist, stundum þegar kúnnin er í mikilli svona vanlíðan, þá finnst mér alveg svona semi-erfitt, sko, óþægilegt. En maður hefur bara einhvern veginn lært að það sé bara mikilvægt að klára þetta, sko. Af því að oft þegar maður þarf að hætta í miðjunni, það er ofta á svona óþægilegum stað til þess að hætta fyrir mig, sko, upp á hvernig flúrið áttur að lúkka, sko. Það er bara ekki að sama að halda sín áfram næst, nema að þetta sé bara, þú veist, ákveðið fyrirfram einhver svona plan, sko. Þú veist, við ætlum að gera þetta hérna núna og svo þetta næst, sko. Og þá sé það planað og það sem make sense og flúrið sé unnið þannig, sko. Af því að núna til dæmis ég að fara að flúra því að klára þetta, þá vinn ég það þannig og ég hef alltaf verið frekar snöggur að flúra. Það er sennilega bara því að maður hefur bara ekki athygli í meira, sko. Þannig að maður er einhvern veginn að þróa með sér og nú er ég ekki að grínast, sko. Maður hefur bara ekki athygli í það að vera að draga þetta á langinn, sko. Það er ekki það með þess að það sé ekki að vanda sig, ég held að fólk sjá það nálega á verkunum. Það er meira bara, maður einhvern veginn hefur búið til aðferð þar sem maður getur gert þetta bara á töluvert minni tíma en kannski meðal maðurinn, sko. Já, þú ert betri hinn meðal Jón. Ekki betri en hraðari. Og náttúrulega betri líka, en þú veist, vonandi, ég ætla að vera að segja það í myndavélinni og ekki segja mér það. Ég ætla ekki að taka þann pólinn í hæðina, sko, ég ætla ekki að leyfa þær að hafa það á mynd, sko, að ég sé að segja það. Ég meina, hún er náttúrulega rúllandi, þannig að þú veist, Ég ætla ekki að horfa mynda hana, sko. Já, ég næ öllu sem hún segir, sko. Já, því miður. Það er mikið vitleysa sem vellur upp á manni og þú veist hvernig þetta er þegar maður er með svona athyglisbrest svona, maður er Já, maður lætur alls konar bull út í sér. Já, sem maður er bara svona eftir á að hyggja oft. Hvað í fjandanum var ég að segja þarna, sko? Já, nú get ég nú bara sagt það hérna, nú er ég nýbyrjar í greiningu á ADHD. Þú ert nú mikill ADHD maður. Já, ég er mikill ADHD maður. Já, þú ert svolítið í því liðinu, sko. Ég hef mikla reynslu af því, sko. Og núna, svona fyrst er ég svona átta með á því að, veist, jú, ég hef svona mjög lengi grunað þetta, en einhvern veginn tókst mér ekki að sjá þetta og aðrir voru ekki að benda mér á þetta í öll þessi ár. Svo síðustu ár sem ég hef verið að átta með á því að þetta væri, ég vissi náttúrulega að ég var ekki eðlilegur, sko. Nei, það vissu það alveg flestir. Já, þetta hafi verið svona nokkuð augljóst. En það var svona ákveðið léttur, sko. Það átti að segja að þetta væri svona kannski ástæðan, sko. Já, það er kannski þetta sem er að hrjá þig. Já. Já, af því að það er náttúrulega alltaf þegar þú fær greininguna og þú veist, þú áttar þig á hvað er svona að plaga þig. Það sem hefur hjálpað mér mest, getur hjálpað þér svo mikið. Það sem hefur hjálpað mér mest er að lesa um svona symptoms af ADHD. Já, einkennin, sem halda þessu íslensku. Já, sem halda þessu íslensku. Já, ég get verið að sletta það. Maður er náttúrulega búinn að vera í útlandinu svo lengi, en maður bara ekki tala íslensku. Þú ert búinn að vera í Noregi svo lengi. Já, og bara að lesa um greiningar og hvað kallar þetta? Symptoms? Einkenni? Einkenni, já, grönt. Já, ég meina, þarna athyglisgáfan var nú ekki meira en það, ég bara myndi ekki... Þú ert líka tattoo, ég vona að setja einbyttar að því að tattooa mig líka.
Hvað segir þið? Það getur það á aldrei. Nei, hann er ekkert að einbytta sér að. En já, við vorum að ræða einbyttingun einmitt sko og ADHD. Að þú hafir ákveðið mikið svona tímabili sem þú nærði að einbytta þér líka þú ert að vinna. Bara eins og þú ert að flúra á og svona. Já, sko það sem ég held að hafi hjálpað mér bara er að svona þjálfa þetta upp í sér sko. Ég man bara fyrst þegar ég var að byrja að flúra og ég er ennþá þannig með að teikna og mála. Ég hef enga þolinmæði lengur en klukkutíma að teikna og mála. Bara þú veist, þá er ég bara alveg gjörsamlega búinn að draga athyglinna eins lengi og ég get sko. Þá verð ég bara að fara að gera eitthvað annað. En ég held bara bæði það að vera búinn að þjálfa þetta upp í sér. Getur þú snúið endur að það? Bæði það að vera búinn að þjálfa þetta aðeins upp í sér og líka það að maður er náttúrulega svolítið fastur. Maður er ekki að fara að hætta að flúra einhvern bara að standa upp sko. Þannig að þó heilinn í mér segja oft sko bara nú er ég búinn að fá nóg af þessu. Bara að gera eitthvað annað. Og þá segi ég bara við sjálfum, maður hefur náttúrulega einhvern aga, þó hann sé ekki mikill. Og þá bara er það æginn sem dugir sko, að pína sig áfram sko. Svo bara með árunum hefur maður, svona var þetta fyrst sko. En núna er náttúrulega bara, maður er búinn að gera þetta náttúrulega í ansi mörg ár sko. Þannig að þetta er svona want and venst eins og þau segja. Það er skrítið hvað er mikið vesen að fá oft aðstöðuna því að með við hvað þetta er. Skilur við hamlandi og getur verið erfitt fyrir fólk. Ég veit allavega sko, kærasta mín vinnur í heilbrigðisbransanum í Noregi á geðveikrahæli eða geðdeild eða hvað sem er. Ég held að geðdeild hljómar mjög betur heldur en geðveikrahæli. Já, ok. Ég verður eiginlega að segja það. En geðveikrahæli? Hún vinnur sem sagt á geðdeild, við skulum hafa það þannig þá. Og með mjög veiku fólki sko og hún segir einmitt að það sé undirmannað og þetta er svona svipað að maður heyri frá Íslandi sko. Já, það sé bara eitthvað svipuð stemming. Já, en ég ætla að segja að pabbi hennar, hann vinnur líka í geðheilbrigðisbransanum. Og hann sagði mér sko, ég hef rætt þetta svolítið við hann með ADHD og hvað ég ætti að gera í þessu og svona. Og hann sagði mér að mikið af sjúklingum hans sem eru með ADHD, bara mjög há prósenta endar í eiturlyfjum sko. Af því að menn eru svo hvatvísir og eiga svo erfitt með að stjórna sér sko. Þú ert líka að deyfa sjálfan þig ofta því að þetta er bara mikið vanlíðan sem fylgir í þessu. Já. Þannig að hann vildi meina það að það væri eiginlega bara magnað að mér hafi tekist að forðast það alveg sko. Já. Þannig að það er heldur gott sko. Já. Ég er nefnilega, mér hefur tekist að forðast það líka bara ágætlega sko. Já. Það verður ekkert að fengt í einhverjum vímuefnum. Nei. Aldrei gert svoleiðis. Krakkar, ég verður að fengt í vímuefnum. Nei, menn það er eitt að prófa eitthvað sko, og svo er annað að vera bara. Þannig að þú ert að viðurkenna að þú ert búinn að pröfa alls konar vímuefnum. Viðurkenna ekki nokkurn skapaðan hlut hér. Það er einhver hlátur hérna inn í salnum, ég veit ekki hvað er að gerast. Nei. Mamma, ef þú ert að hlusta. Nei, hún er ekki að hlusta, það er nokkuð ljóst. Blessuð sé minning hennar. Fyrst eftir skilnaðinn þá fer ég svona fyrsta sinn á ævinni til sálfræðings og þegar mér fannst þetta alltaf ákveðið svona veikleikamerki sko. Að fara og leita sér, leita sér hjálpar. Mér fannst það ekki veikleikamerki hjá öðrum sko. Mér fannst það einhvern veginn eins og ef ég fara að gera eitthvað svoleiðis þá var ég svona játa fyrir mér og öðrum að ég væri kannski ekki eins svona sterkur út af eins og ég hefði svona sýnt sko. Þegar maður náttúrulega sýnir ákveðina svona ytri mynd sem að maður vill að aðrir svona sem þekkir mann sem sko og það var þessi svona sterka ímynd þar sem að ekkert væri að og allt í gúddi bara og líka bara samfélagið náttúrulega kannski og fættur hvað, 85 þannig að líka bara tímarnir hafa breyst rosa mikið að getur snúið aðeins að mér og snúið hendina að það að karlmenn geta algjörlega leyft sér að sýna meiri tilfinningar og tala meira það og algjörlega það er bara eðlilegt að leita sér hjálpar og í dag er það náttúrulega fallegt að það er bara allir geta farið til sálfræðings og bara leita sér hjálpar og það er ekkert af því sko. En nú dettur ADHD inn sko, þegar nú er ég byrjað að segja þér frá sem sálfræðingi og ætlaði að segja þér eitthvað sem hann eitthvað breakthrough fyrir mig, nú man ég ekkert hvað ég ætlaði að segja. Já, þetta er svona bara, veist ekkert hvað þú fór að segja. En ég sá einhvern veginn æskuna ekkert sem eitthvað hrikalega sko, en það var hún kannski ekkert hrikaleg. En ég sá hana bara, já, þetta var bara fínt og allt í góðu, allir í gúddi sko, þó að systkini mín hafi alltaf verið mjög opin með það hvað þau hefðu raunnið skemmst eða hvernig sem maður satt af þessu uppeldi sko. Og en ég sá mig alltaf sem að þetta uppeldi hafði ekki haft neina áhrif á mig sko.
Og ég svona leit svona svolítið niður á bróður minn til dæmis, fannst hann bara svona, eða svona, nú voru að tala fyrir löngu síðan sko. Þannig að ég leit svona svolítið niður til bróður minns af því að mér fannst hann hafa tekið þessu of illa og þetta hafði nú ekki verið svona slæmt og það var ekkert mál og... Já, upplifði eins og hann hefði verið að gera of mikið úr. Já, mér fannst það sko. Já. Svo fyrir til sálfræðings og við förum að ræða þetta svolítið svona á alvarlegri nótum. Þá fer ég svona svolítið átt að maður, herru þetta var nú kannski bara ekki alveg í lagi sko. Þannig að það er svolítið áhugavert hvernig maður endur upplifa æskuna í rauninni gegnum önnur augu þegar maður er orðinn eldri sko. Þegar maður átt að sjá það, því að þegar maður er 5 ára, þegar maður er 6 ára, þegar maður er 7 ára, maður er ekkert að sjá þetta náttúrulega fyrir hvað þetta er sko. En ég teka fram að mér fannst alltaf erfitt að opna mig svona hluti og tala við eins og kærustur eða eiginkonu eða hvað sem það var og tala svona hluti og það hefur náttúrulega klárlega skemmt fyrir. Það geti ekki opnað sig og útskýrt hvað er að Já, algjörlega. Og hvað í rauninni er að, því að oft brýst það út sem eitthvað annað sko. Já. En ég vil bara meina það að ef það er einhver ann úti sem að er á erfitt, þá er ótrúlega margir aðrir sem að eiga erfitt og sem getur mögulega hjálpað sko. Maður sér í gegnum gangandi hjá þér, bæði með náttúrulega tattooinn og tónlistina og allt þetta. Þú ert mjög fljótur að læra tækni og tilenga þér svona hluti, skilur. Þú verður svo brjálæðislega fókuseraður. Já, og það er kannski eins og við vorum að tala aðeins að vera á þessu ADHD og þessu spektrumi. Já. Að vera á þessu svona rófi eða hvað sem þetta er allt þetta stóra dæmi sko. Að það er eins og þú sért með þennan svona brjálæðis fókus. Já, svo hef ég nú heyrt að maður sé mögulega lágt þó á einhverju rófi sko. Já, ég myndi talja að væri eitthvað lítið samt sko. Já, mjög lítið, því ég sýna náttúrulega ekki öll merkin en... Nei, en kannski á þessu leitinu til. Já, þessu leitinu til að maður getur svona bara... Masterað eitthvað ákveðin viðfangsefni, sko. Þannig að maður kannski heppið með það að vera ekki lengra á rófinu, sko, því að það er alveg í fjölskyldunni, sko, það sem fólk hefur verið svolítið vel plagað af einhverju, sko. Já, þetta er sem sagt í ættinni, já. Þannig að þá gæti hún alveg verið eins og ég segja, þú sért einhvers staðar þarna, það er svo stórt líka róf, skilu, og það Ég er augljóslega mjög lágt á því, sko, því að eins og félagslegur þátturinn hefur aldrei verið neitt vesen. En það er margt sem bendir til hitt og þetta. Það gæti verið eitthvað þarna. Já, en þú veist, svo er þetta alltaf þannig að það geta allir fundið sér greiningu ef menn bara tína til hitt og þetta, sko. Já. Já, voru að muna hæruglu hérna núna? Já, ég var einmitt að pæli. Vinstri hérna. Bjarni er ekki vanur hæruglu í Noregi. Það er hvergi stoppskilt í Noregi. Þú hefur hann nú gott hérna úti? Já, ég hef verið bara heppinn og svo náttúrulega alltaf spurning hvað er heppni og hvað er ekki heppni, sko, en... Já, líka duglegur. Duglegur. Unnið hart. Duglegur. Duglegur strákurinn? Já. Ég unnið hart, en ég hef náttúrulega verið heppinn það leitum til að... Ég oft hugsaði þetta svona, ég fór út í nám til þess að læra tónlist og ég hugsaði oft, og mér var oft sagt af vinum mínum og fjölskyldu að þetta væri kannski ekkert góð hugmynd af því að svona tekjumöguleikarnir væri ekki mjög góðir, sko. Þannig er ég farið dýrt nám, en ég hef alltaf, allt sem ég gert í lífinu, hef ég gert af því að ég hef passion fyrir, ekki af því að ég sé að hugsa hvað get ég grætt á þessu, verið ríkur af þessu. Meira bara, djöfull langar mig að gera þetta. Fólk var bara, Gunnar, þú ert klikkað, að fara í þetta. Þannig að ég vil meina það að ég hef farið eftir hjartanum frekar heldur en veskinu, sko. Já, það er bara mjög Þannig að það má segja að þetta sé heppni að ég lærði þarna að tattúa svona til hliðar í Bandaríkjunum og það var mér svona happ peningalega séð, sko. Spilin að mörgu leyti í lífinu hafa fallið mér í vil en að mörgu leyti ekki. Ég missti bara foreldra mína og alls konar svoleiðis sem hefur ekki fallið mér í vil, sko. Já, þú hefur verið bæði heppinn og óheppinn. Já, en ég hef alltaf verið þannig, ég svona reyna að einblína frekar á það sem ég verið heppinn með. Þannig að ef einhver spyr mig, ert þú heppinn í lífinu? Þá segi ég, já, ég er mjög heppinn í lífinu. Já. En það má alveg fara rök fyrir því ef ég hef verið kannski öðruvísi persóna að ég hef sagt að ég hef verið óheppinn í lífinu. Af því að ég myndi einblína mér á það, sko. Já, það er erfitt að missa náttúrulega báða foreldra sína og... Já, ég meina, þú veist, það eru margir sem hafa lent í því, skilur, og ég er nú ekki það ungur að þú veist, að þetta sé nú kannski, ég missi náttúrulega pappa minn ungur en þú veist, þannig að ég er nú bara að nefna þetta sem svona dæmi, en þetta er ekki eitthvað sem hefur kannski legið þungt á mér, sko, alls ekki. En ég er bara að tala um bara að það eru margir sem maður myndi kannski frekar sjá og þetta er ekki þetta eina sem ég hefur verið óheppinn með, sko. En nú er ég bara að nefna að margir vilja einblína kannski frekar á það sem hefur verið óheppnir með, sko. Sem hefur ekki tekist heldur en það sem hefur tekist. Það hefur margt tekist sem mér og það hefur verið það sem ég einblína á, sko. Já, og það er bara rosalega gott að geta einbeitt sér að því og hérna séð ljósið í lífinu, sko. Já,
Það er Þó- oft þó svo- erfiðara en maður skilur. Já, oft þó- erfitt fyrir mann. Þó svo að mér finnst eins og maður hafi þurft að þjást svolítið, sko, ekki bara með foreldramissi eða þannig, sko, eða hjónabandsmissi eða þannig. Það hefur bara verið þetta ADHD og kannski að það hafi verið ótrýtað svona lengi, sko, maður einhvern veginn hafi ekki fattað, sko, hvað þetta hafi haft mikil áhrif á mann og svo kemur bara beint. Það er bara beint, ok. Eins og með kvíðan og svona, hann byrjar svona hjá þér ungur. Já. Er eitthvað sem veldur honum eða er eitthvað sem... Ég meina, uppeldi var náttúrulega ekki kannski fullkomið. Nei. Og þar kemur þessi kvíðinn. Pabbi mig var bara mjög svipaður með þetta. Hann hefur örugglega þjáðst af miklum kvíða og þar af leiðandi, og eins og margir með ADHD, þar sem að menn eru fljótir upp, það er mikið í gangi í hausnum og erfitt að stjórna svona viðbrögðum af því að það er svo mikið í gangi, maður er alltaf on edge, maður er tense, maður er stressaður. Já. Svo kemur eitthvað smáatriði upp og maður fer bara í full blown pirring, sko. Já. Nú er ég ekki að tala um það að ég fari í full blown að öskra á einhvern, sko. En mér er bara, reactioni er alltaf miklu sterkar heldur en það ætti að vera, sko. Tíma er að ég er náttúrulega viðkominn fyrir þessu að því leytinu til að ef maður er með þetta undirliggjandi stress og þennan kvíða sem kemur, að þá augljóslega, ef það er alltaf verið að, nú hræki hérna á bílinn, þannig að ef það er alltaf verið að snappa á þig eins og pabbi minn gerði, sko, að þá náttúrulega byggir það bara meiri kvíða, sko. Það bara grillar svolítið taugakerfið. Já, svona hálfgert PTSD eða hvernig sem maður má segja það. Og það lendi verður maður ákveðin svona bara, fer í bara svona konstant kvíða state í rauninni, þar sem maður er bara konstant í því, svo fyrir beint áfram hérna. Ekki yfir hringtorgi, þetta er kringum það. Já. Þannig að þetta svolítið mótast í æskunni. Já, ég hugsa það, sko, svona eftir á hyggja, sko, en auðvitað saman ekki þannig. En eins og farið til sálfræðings og svona, þá er svona oft bent á hluti sem að maður hefði kannski ekki séð sjálfur, sko. Og það kemur þetta rauninni fyrst svona í mína meðvitund, sko, að átt að segja á því að þetta væri nú kannski ekki í lagi, sko. Þetta er ekkert mörg ár síðan, 3 ár síðan kannski. Já, svo byrjar svona þess að vinna í þessu. Já, þá fór ég aðeins að vinna í þessu, en kannski ekki á réttan hátt, sko. Þá fór ég meira bara einblíðan á kvíðan, sko. Já. Og það er náttúrulega flott, og ég hef skánað mikið, en þá er þetta rauninni ekki að ráðast að sourcinu, sko, að uppruna kvíðans, sem er náttúrulega þessi konstant ADHD, það sem heilin er bara constantly að hugsa 7 hluti og það er bara aldrei pása. Aldrei friður. Nei. Maður er ekkert að fá frið frá sjálfum sér. Nei. Og ég að taka núna? Já, þú bara brunar í. Kona með barnavagn. Nei, erðu. Gerðu bara. Já. Þetta er smá brass, sko. Norðmaðurinn er ekki búinn að fatta einstefnugötur, sko. Nei. Það eru bara eiginlega engar einstefnugötur í Osló, en samt eru þær jafn þröngar einstefnugötur, sko. Þetta er alveg merkilegt, sko. Herra, þetta er skemmtilegt. Þetta er mjög Ég get sagt það flott rými. með þetta rými hérna, hér var veggur í miðunni. Já. Við þurftum aðeins að samfara konuna um að fá að rífa niður vegginn, sko, því ég sá Það var veggur hérna, já. Já. Við hefðum náttúrulega átt að biðja um að hann er ekki byggður, sko, upprunalega, en við bara sáum þetta ekki alveg nógu vel fyrir okkur. Hvernig allt er og hvar stúdíó er og hvað krakkar það myndi sofa og allt þetta dót, sko. Þau fengu náttúrulega augljóslega fyrsta priority í herbyggjavalli, sko, krakkarnir. Já, krakkarnir er ekkert út í garði. Nei. Nei. Það góð taka tróðar? Já, við förum hérna. Trommunar, ég er nú ekki sérstakur á þeim en. En það er betur að hafa headphone-um allar á trómmunina þegar þannig heyrir maður ekki nógu vel í þeim. Taktu bara hérna. Latency? Nei, það er bara með hennar dett inn. Þannig ekki þetta loka? Jú. Þannig? Það er stíga fast á þetta. Ætlum við að rokka?